Ég vona að þið heyrið í mér. Ég heiti Garðar Birgisson og starfa hjá hugbúnaðarfyrirtækinu Þulu sem er með bækistöðvar hér á Akureyri. Og ég ætla að tala inn í þetta umfjöllunarefni hérna út frá okkar veruleika og því sem við erum að fást við. Það er svolítil áskorun fyrir mig að ná að koma ykkur frá mér að 10 mínútum en ég vona að ég nái þínu samt. Allt sem við gerum hefur það að markmiði að auka öryggi sjúklinga og leiða til hagkvæmni í rekstri hjá heilbrigðisstofnunum. Lausnir okkar hafa verið settar upp á yfir 1000 stöðum og daglegir notendur áætlum við að sé einhvers staðar kannski 50, 60, 70.000 dagvern. Við höfum starfað í þessu með einu eða öðrum hætti í 20 ár þó að félagið sé í rauninni stofnað áramótin 2011-2012 og þá er kjarninn sem stendur að baki félaginu búin að vinna saman býsna lengi. Reynslan okkar kemur frá nokkrum mörkuðum og hjá félaginu starfa í dag 25 manns þannig að við höfum í rauninni búið til 25 störf hérna frá árinu 2011. Okkur hefur gengið vel og eigum faststæðan rekstur að baki og höfum verið í góðum verkefnum. En við höfum líka notið mjög góð stuðnings bæði frá nærumhverfinu hérna, Atvinnuþróunarfélaginu og Rannís. Og síðan erum við núna að sækja stuðning til Evrópusambandsins í Horizon 2020 áætlunina. Hvernig fletti ég hérna? Þetta má alveg upp í mín vegna þannig að þessu ráðan sko. Bara þessi hérna, ok. Hver er þið? Já. Hvernig tengjumst við þessum byltingum sem við erum búin að vera að tala í dag, bæði þá 3. og 4. byltingunni? Annars vegar þá erum við að vinna mjög sérhæfðar lausnir sem byggja á upplýsingatækni og sjálfvirkni og við vinnum þessa vinnu meira og minna alla héðan frá Akureyri á hjara veraldar eiginlega og það sem gerir það kleift er að við erum með mjög góðar tengingar við umheiminn og svona góða tæknilega innviði sem er algjört lykilatriði. Hin hliðin á peningnum er það svo að það lausnir sem við búum til þær eru nýttar af heilbrigðisstofnunum víða heim og þar erum við að beita upplýsingatækni og sjálfvirkni og í sumum tilfellum róbótum til þess að ná fram hagræðingu í rekstri. Og þó við séum ekki kannski komin beinlínis inn í það að hagnýta okkur gervigreind slíka þá er það bara næsta mál á dagskrá hjá okkur. Starfsemi okkar hefur snertingu við 5 lönd eins og staðan er núna og mikill meirihluti okkar viðskiptum er utan Íslands, mest í Noregi. Það væri algjörlega útilokað fyrir okkur að starfa ekki þetta félag í þessari mynd hér á Akureyri á þess að við værum í svona góðu umhverfi þar sem við höfum góða tæknilega innviði og það allt saman. En hefðbundnar samgöngur eru hins vegar dálítið erfiðari og það er kannski það sem að okkur finnst þvælast mest fyrir okkur að þó að við eigum mjög greið samskipti í gegnum netið við okkar viðskiptavini að þá komumst við ekki hjá því að hitta þá á og til sérstaklega þegar við erum að selja nýja hluti og kostnaðurinn við að ferðast innanlands er býsna mikill og síðan þetta ekstra 2 dagar við að fara í gegnum Keflavík þegar við erum að ferðast það tekur líka sinn toll þannig að það er kannski ekki eins gott með hefðbundnu samgöngunar eins og þessar rafrænu. Nú eins og búið að fara hérna yfir í erindunum undan að þá erum við að horfa fram á fordómalausar breytingar. Ég held að breytingarnir verði jafnvel meiri heldur en okkur óra fyrir og þá er þetta áríðandi að huga að tækifærunum og í rauninni þessum breytingum sem munu eiga sér stað.
Og eins og búið að fara gegnum hérna ágætlega þá munu áhrifin á vinnumarkaði og samfélög verða gríðarmikil. Og í það minnsta held ég að samfélögin muni finna mjög mikið fyrir þessum breytingum. Þannig að það er mikilvægt að horfa á tækifærin. Ég held að líka sé mjög mikilvægt að horfa á ógnirnar og hindranirnar. Og til þess að gera það þá er ágætt að horfa tilbaka eins og var gert hérna áðan þegar það var horft á 16 ára aftur í tímann. Og ef við horfum aðeins í baksýnisspegilinn og veltum fyrir okkur hvort að þriðja iðnbyltingin hefur gagnast dreifðum byggðum, þá er ég ekkert alveg viss um að svo hafi verið. Og eins og ég er búinn að horfa á þetta í gegnum 20 ára eða eitthvað svoleiðis að þá hefur mér fundist oft á tíma með talið þannig að tæknin muni verða innleitt og þá muni góðir hlutir gerast einhvern veginn af sjálfu sér. Og þegar menn verða tengdir við netið þá getur menn unnið hvað sem er og svo framvegis. Ég er ekkert viss um að við séum að upplifa það hérna á Íslandi allavega. Og ef eitthvað er þá held ég að ýmis starfsemi hafi akkurat farið í öfugátt, að við höfum séð í rauninni verkefni eða starfsemi fara í rauninni frá dreifðum byggðum og í þéttbýli. En við höfum líka séð störf sem hafa orðið til hérna og það eru þá sumpar og þessu var mikið hampa hérna fyrir nokkrum árum síðan að bakvinnsla væri núna mögulega Akureyri eða á Siglufirði eða eitthvað slíkt og símsvörun og hér væri útibú frá öðrum félögum og það allt saman. Og þetta er eins og störf sem að skapa ekkit endilega mjög mikið í kringum sig í fyrsta lagi og þetta eru líka störf sem að eru mjög líklegir til þess að leggjast af þegar þessar tækni framfarir halda áfram. Þannig að ég held að við þurfum að vera svolítið gagnrýnin á þau líka hvernig störf verða til og við þurfum að reyna að byggja upp sem sagt, góð störf. Það sem við erum líka að horfa á er að bara svona eignarhald á flottum fyrirtækjum. Þegar þau eru búin að slíta baskónum hérna heima að þá flyst eignarhaldið oft á tíðum til annarra landa. Nýlegt dæmi er flott fyrirtæki sem heitir Tempo sem var selt erlendu fjárfestum daginn, fyrirtæki sem heitir Tölvuþekking sem gerir mjög flotta hluti í myndgreiningum hérna í gamla daga. Medai sem er eitt flottasta startup fyrirtækið á Íslandi, CCP. Þetta er ekkert endilega slæm þróun en við þurfum að vera svolítið klók í því hvernig við hérna, stígum þessu öldu. Ef ég tek svona dæmi sem að standa okkur nær líka að þá er þetta til dæmis þannig að það er nýbúin að eiga sér stað svona hjólatbylting sem er þannig að hjúkrunarfræðingar á stofnunum, sjúkrahúsum og öldrunarstofnunum er ekki lengur í því að tína til og lyf og skammta þau nema þetta er gert allt öðru sem heldur þetta var gert áður. Þannig að hjúkrunarfræðingar út all land, öldrunarheimilum og heilbrigðisstofnunum höfðu það verkefni að undirbúa lífeiggjafahringi og gefa lyf. Núna er nánast öllum lyfjum pakkað, lyf eru forskömmtuð og það er gert með hagnýtingu á vélmennum, fjölskömmtunarvélmennum og þessi starfsemi er öll í Reykjavík þannig að öll lyfjakort þeirra sem liggja inni á sjúkrahúsum eru send með rafrænum hætti til Reykjavíkur. Þar eru mjög öflugir róbótar sem að forskammta lyfin í poka og pokarnir eru síðan sendir út á land. Og þannig verða búið að taka fullt af vinnu sem áður var unnið af hjúkrunarfræðingum og það búið að færa hana til vélmenna. Og þetta er í sjálfu sér bara frábær þróun og mjög góð. En punkturinn er kannski þessi að hérna, þessi starfsemi graviteraði til Reykjavíkur. Hún hefði getið verið á Blönduósi eða á Egilsstöðum eða einhvers staðar annars staðar. Og ef maður horfir aðeins svona í annað samhengi að þá er ekkert náttúrulega mögulega hægt að sé á Íslandi vegna þess að það er alveg hægt að senda þessi lyfjakort rafrænt til Þýskalands eða Belgíu eða eitthvað slíkt og senda forskömmtuð lyf til Íslands. Þannig að við þurfum að
nýta tækifærin þegar það gefast. Það hægt að útvista miklu stærri og flóknari verkefnum og til dæmis þá eru sendir á Indlandi og víðar það sem fjöldi sérfræðinga sem eru sérhæfðir í úrlestri á tilteknum tegundum af röntgenmyndum eða sneiðmyndum og fullt af öðrum lækningum getur farið fram í gegnum netið og þarna held ég að við séum að horfa á það að í stað þess að læknisþjónusta sé kannski aðgengilegri í dreifðum byggðum og það mun mögulega færast bara á færri staði. Við höfum séð að prentiðnaður hefur færst úr landi, verslun að færast á netið og svona rekstur og hýsing tölvukerfa sem var til dæmis stór business hérna á Akureyri að hann meira og minna allir farin til Reykjavíkur. Þannig að ég held að við séum mjög mikið af áskorunum sem við þurfum að glíma við og ég held að við þurfum að grípa tækifærin þegar þau koma og nýta okkur og eins og með þessi fjölskyldun að ef einhver klókur hefði komið á þessi tækifæri fyrir einhverjum árum síðan þá væri við mögulega með blóðlegan iðnað hérna á svæðinu. Nú, við eigum fjölda glæsilegra fyrirmynda, Marelössur erfðagreiningu, fyrirtæki sem að flytja út lausnir í sjávarútvegi eins og Skagan og 3R og fleiri. Ég örugglega að gleyma fjölda fyrirtækja. Þannig að þetta færir okkur heim sannleikann að við getum byggt upp þessi fyrirtæki á alþjóðlegum skala og þarna eru fyrirtæki sem að nota mjög svona háþróaða tækni eins og Marelössur hvort á sínu sviði. En þráttur að ég sé kannski að tala með svolítið neikvæðum hætti tækifærin og hvernig við höfum nýttu og þá höfum við líka í rauninni gripið ákveðin tækifæri og mér langar að nefna þetta bara svona kannski ekki random dæmi en dæmi svona sem eru hvertum sem mjög ólík. Kannski í fyrsta lagi þá okkar fyrirtæki sem að í rauninni með ákveðna sérfræði þekkingu. Og það sem að kannski hjálpar okkur hérna að við erum með sérfræði þekkingu sem við hefur byggt upp yfir mjög langan tíma. Við erum með háskóla hérna sem að með námsbrautir í hjúkrunarfræði og tölvunarfræði og það einmitt starfsfólki sem við erum með í vinnu við okkur. Við erum með hjúkrunarfræðinga og tölvunarfræðinga vinnu. Við erum með sérgreinasjúkrahús hérna, annað tveggja sem mjög gott að vinna með. Við erum með landsbyggðarsjúkrahús sem Heilbrigðisstofnun Norðurlands. Við erum með heilsugæslu, öldrunarheimili sem eitt stærsta öldrunarheimili á landinu og svo stuðningsumhverfið eins og Atvinnumálafélagið og fleira sem hefur skipt miklu máli. Og þetta í rauninni svona ákveðið umhverfi sem að við getum þrifist mjög vel í og þetta styður mjög vel hvað annað og ég held að sem sagt, ef menn svona koma auga á þessa samlegð að þá getum við gert mjög góða hluti og þetta eitthvað sem að þetta nær umhverfi hérna hjá okkur hefur allt saman yfir að búa. Annað dæmi úr allt annarri átt, það í rauninni einstaklingur sem að árabil starfaði við að búa til kvikmynd og tónlist út í LA. Hann ákvað að heimahagarnir toguðu í hann, þannig að hérna hann ákvað að koma heim. Hér voru vissu leyti ákveðin hérna, voru góðar aðstæður fyrir hann. Hann bjó yfir sérþekkingu, hann var með reynslu og sambönd. Hann var líka með bara nýtt tónlistarhús og upptökuver. Tónlistarskóla, Sinfóníun hljómsveit, bæði Norðurlands og hann leitar í Sinfóníuna fyrir sunnan líka. Og hann hafði kjark til þess að gera þetta, þannig að hann að framleiða tónlist hér á Akureyri fyrir kvikmyndir, bæði sem framleiddar hér og út í Ameríku. Og þarna aftur held ég að það sem Atli á sameiginlegt með okkur að hér ákveðin jarðvegur, ákveðið umhverfi sem að í rauninni frjósamur og hentugur fyrir hann til þess að vaxa og dafna. Enn annað dæmi af allt öðru toga þá eins og gagnaver á Blönduósi.
Þar eru aðstæður sem eru kannski öðruvísi. Þar til rafmagn sem þeir eru aflögufærir rafmagn sem við erum til dæmis ekki hérna á Norðausturlandi og þeir búa yfir reynslu frá öðrum svæðum líka. Nú, þannig að ef ég reyni að draga þetta saman einhvern veginn þá held ég að tækniþróunin síðustu árin, hún hefur aukið lífsgæði og á eftir að gera það áfram. Opnar tækifæri fyrir einstaklinga til þess að starfa utan þéttbýlla svæða og hvort sem það í hugbúnaðarþróun en einhverju öðru. En mér finnst persónulega ekki vera neitt sérstaklega mörg dæmi fyrirtæki sem hafa sprottið upp og rauninni sett mark sitt á samfélag. Það eru dæmi mann eftir Eina á Dalvík og öðru á Ísafirði, en þau eru ekki mjög mörg. Hvað getum við gert? Menn hafa velt þessu upp hérna. Ég held að menntun sé algjör lykill og fyrirlesarinn sem kemur á eftir mér held ég að verði mjög áhugaverður hvað þetta varðar. Og þarna held ég að þurfi að ala fólku upp í bæði tækni, frumkvöðulega hugsun og öðrum tegundum greindar. Við þurfum líka að huga að innviða uppbyggingunni, hvort sem það eru nettengingar eða tónlistarhús eða hvað annað sem getur stuðlað að því að við náum að vaxa og dafna. Og síðan held ég að við þurfum að tryggja það að stuðningur stjórnvalda við nýsköpun haldi áfram. Hann hefur verið góður og hann hefur verið vaxandi og við þurfum að halda áfram á þeirri braut. Takk fyrir.